Við ætlum að halda áfram að fara yfir þetta, hvernig við erum að skrifa þetta hérna, og við vorum í raun að tala áðan þessi mun á einu jafntómerki og tveimur og þremur, eða eitt. Ef við erum með eitt jafntómerki, þá erum við í raun að gefa einhverju breytu gildi. Þannig hérna er ég að segja breytan A á innihalda gildið 1, sem er strengur. En síðan get ég sagt bara strax aftur, A á að vera talan 1. Og þá er gildið orðið annað og típan á gildinu er orðin önnur. Og við getum skoðað þetta bara með því að segja hérna type of 1 sem er string og type of 1 sem er number. Við getum sagt A er 1 og þá getum sagt type of A er strengur og A er 1, type of A er number. Þannig að þetta er bara gildið. Hún er alltaf að spyrja hvað er gildið, ekki hvað er breytan. Þannig að þú ert aldrei að segja int A. Þetta er ekki syntax í JavaScript. Þannig að það er alltaf hvað er típan á gildinu. Og svo er það 2 jafntómerki. Notar þetta type coercion, þar sem er reynt að kasta báðu yfir í sömu típu áður en það borið saman. En ef við erum með 3 samansemmerki, sem er það sem við viljum alltaf nota, þá erum við að bera saman fyrst típuna á gildunum og síðan gildin. Þannig að ég get alltaf sagt þetta og þá erum við að bera saman gildið sem er inn í breytinu A við strengin 1. Og ef það er þá sama, sem að væri þá hérna, þá er þetta true, annars er þetta false. Sjá, ég ætla að henda aftur í leturgerðirnar mínar hérna. Þannig að þá fá ég hérna og þá sjá aftur að þetta breytist í svona ligature, þess að því er þetta allt sett saman í eitt tákn. Ok. Eitt sem við erum með hérna fyrir þessi föll okkar, og við skoðum bara þetta fall sem við skoðum hérna áðan, is valid best of. Að þá er þetta fall sem er í raun að taka við einni breytu og skila frá sér einu gildi. Og við erum búin að segja hérna í skjölun fyrir ofan fallið, og þetta er að nota skjölun sem heitir JS-doc og bara er 100% inspired af Java-doc. Hérna erum við bara að segja, þetta er fall sem að athugar hvort gefin tala sér gild sem best of gildi. Hún er með parameter sem er vill gildið number sem heitir best of, sem er talan sem skal athuga, og hún skilar boolean gildi sem er annarkvort true eða false, sem er í eðli boolean gilda. Þannig að ef ég fer þá yfir hérna, þá sjáum við að þá pikkar Buffers Code upp það að það er búið að skjala þetta fall með þessu formati, og saman hvar ég er í forritinu, að ef ég ætla að kalla þetta fall, þá get ég séð þetta í raun þessa skjölun. Og þetta passar samt ekkert upp á það að ég sendi ekki inn hérna bara eitthvað 1. Þetta er í raun bara svona skjölun til þess að hjálpa okkur. Þetta er ekki eitthvað sem er að segja bara nei, þú mátt aldrei senda neitt annað en strengina. Af því að JavaScript leyfir bara að senda inn gildi og gildið er bara hvað sem við viljum. Þannig að það er á okkur komið að passa upp á það að við sendum inn gildi sem að við vitum hvað er. Og það er svona helst í þessu þegar við erum að byrja að taka við einhverjum streng og breytum í tölur, sem er það sem við erum að gera hér. Það er svona það sem við erum að gera yfirleitt fyrst svona þegar við erum að komast á stað í þessu. Þá þurfum við bara að passa upp á það, þá erum við með eitthvað sem er tala hérna og þá sjáum við að það er sett þetta tvípunktur-number fyrir aftan, að það er út af því að þetta hérna er í raun búið að skilgreina það sem að það skilgreinir tölu. Þá sjáum við hérna að þetta er eins skjölun og við erum að sjá á okkar föllum, þessu fallið sem við erum með hérna. Ok, en út af því að við erum bara með fall sem að er bara á að vera vel skilgreint, þá tekum við einhverju gildi sem er tala og það skilar true eða false, að þá getum við, ef við horfum á fallið bara svona, þá getum við búið til eitthvað svona test case. Og það er það sem við verðum að gera hérna fyrir neðan með þessu console.assert, að það er verið að athuga
eitthvað gildi sem að ég sendi inn í þetta fall, það í raun að uppfylla það sem að ég vill að þetta fall geri. En þetta getur verið leið til þess að sleppa við það að skrifa eitthvað hér, fara síðan hingað og hingað þetta og keyra alltaf í gegnum forritið með að gera play, búp, fara hérna, já ok, 3, ok, er 3 rétt? Það var ekki rétt, ég ætla að fara aftur hérna og ég ætla að laga það. Í staðinn, þá getum við bara búið til þessi testcase hérna og ef að þau eru í raun röng, segjum sem svo að við gerum eitthvað hérna, við setjum orð neitun hérna, því þið eru í raun að við skilum alltaf false nema þegar við fáum með non-gildi. Ok? Og sjá það nú bara slökka á svo hérna, svo þetta hætta fara alltaf inn, þá sjáum við hérna assertion failed, 1 er valid best of. Þannig að það sem að það er þá að gera hérna er að keyra þetta hérna og segja is valid best of af gildinu 1 á að vera true. Og ef það gerist ekki, þá fáum við villu hérna. Þannig að við getum í raun skrifa þetta til þess að flýta fyrir þessum prófunum okkar. Þannig að ég get sagt hérna console assert is valid best of none, þá að það að vera false, none er ógilt. Ok, vistu þetta og hann hoppar ekki inn hérna sem villa hjá okkur. Sjá, getum við gert hérna, ok, við bara debugum þetta. Hvað er að gerast? Ok, 1, 2, 9, nan, ok, þá þurfum við að muna það, nan er ekki, það er ekki hérna, sjá, gerum hérna, ok, return, þá getum við sagt, ok, hvað er, af hverju er þetta ekki að haga sér? Þú veist, nú er ég búinn að gera eitthvað og þetta á að, þá er hérna 9, 2. Ok, best of er nan, is nan best of. Ok, það er true. Ok, af hverju er þá ekki að fara inn hérna? Hvað er að valda því að þetta er að, ok, það er false, já, það náttúrulega fór ekki inn hérna, þannig að það var ekki hérna, við hættum ekki hér út af því að þetta er actually eina gildið sem heldur áfram í forritinu okkar, þegar við erum með þessa villu sem er hérna þessi auka upprópunarmerki. Þannig að við ættum þá að fara í næsta og í næsta og þetta er bæði false og þá skilar true hérna sem er í raun kannski ekki besta útfærslan á þessu forriti af því að það væri betra að útfæra það þannig að það myndi skila okkur true fyrir þá því aðeins að í raun skilurinn okkar er uppfyllt. En ég ætla nú bara að móka mig upp á þessari hólu og hætta í þessu hérna, sjá, svona og lögum þetta, skoðum þetta bara betur eftir ef það kemur til þess að því að ég frekar fara í gegnum forritið eins og við vorum að skoða það. Ok, bökkum bara aftur hérna. Þannig að við erum búin að fá þetta gildi, við erum búin að athuga hvort það sé löglegt, við erum búin að búa til einhverja breytur hérna núna sem eru þá skilgreindar með þessu let sem leyfir okkur þá að skilgreina aftur eitthvað nýtt gildi inn í þær. Þannig að ef við höfum skilgreint þær með const þá getum við ekki breytt þeim. Þannig að við ætlum að breyta þeim eitthvað sem við sjáum eftir. Ok, svo erum við með einhverja breytu hérna sem heitir done sem við erum aftur erum með sett sem eitthvað false. Það sem við ætlum að gera núna er í raun að fara að ídra svo lengi sem að þetta done gildi er ekki true. Þannig að það sem við ætlum þá að gera er í raun að spila umferð. Við hverju umferð þá á sér stað einhver útreikningur
og við hugsanlega keyrum síðan aðra ítrun áður þangað til að eitthvað gerist sem að segir að þetta gildi verði trú, sem er þá í raun ef að ég sem spilari er búinn að vinna meira en 50% af leikjunum eða tölvan sé búinn að vinna meira en 50% af leikjunum, sem er þá í þessari hérna segð. Ég er búinn að vinna meira en 50%, tölvan er búinn að vinna meira en 50% og það er annarkvort, eða or hérna. Þannig að þá ef við spilum, þá ætlum við að spila best out of one, bara einn leik. Þá stendur hérna hvað setur þú út, skæri 1, blað 2 eða steinn 3. Þannig að þá erum við komin hérna inn í þetta fall hér sem segir bara spilum einn leik, eitt ránd. Og þá erum við först í þessari hérna línu, alveg eins og áðan. Og þá er þetta í raun bara aftur endurtekin pæling. Ok, við tökum við einhverju gildi. Er það null? Og það gerist ef ég ít á cancel eða ít á escape. Þá fæ ég null og þá hætti ég. Eða þá skila ég null. Annars, þá fáum við inn einhvern texta. Og það er í raun það sem að spilarinn spilar. Og í þessu tilfelli, þá er það eitthvað gildi hérna sem er þá 1, 2 eða 3. Og ef það er 1, þá skilum við skæri, annars blað, annars steinn, annars óþekkt. Þannig ef ég set inn 1 hérna, þá kemur hérna þú spilaði skæri, tölva spilaði skæri, jafntefli. Þannig að það sem gerist þá var í raun að það var kallaði annað fall hér, sem að athuga leikinn, sem athugar þá hvað spilaði ég sem spilari, hvað spilaði tölvan. Og það er þá spilaði tölvan einhverju af handahófi hér og það fær inn hérna og hér eru við svo aftur bara með if sem segja bara ef ég spilaði 1 og tölvan spilaði 2 þá skilum við 1 sem þýðir að skæri vinnur blað, blað vinnur steinn, steinn vinnur skæri, annars kemur jafntefli og við skilum -1 ef tölvan vinnur. Ok, þannig að það sem gerist hér var jafntefli, þannig að við lentum í þessu að við vorum með sama gildið og þá var það resultið hér. Þá er inn í þessu hérna sagt þú sigrar ef að result er 1, þegar við segjum að 1 er ef að notandinn vinnur. Tölva sigrar ef að það er -1, annars jafntefli. Þannig hérna erum við að nota tvisvar sinnum ternary operatorinn. Það er að segja þetta hérna er innri segð sem segir ef að result er nákvæmlega -1 þá skrifum við tölvan sigrar, annars skrifum við jafntefli og hérna segir við ef að result er nákvæmlega 1 þá skrifum við þú sigrar, annars er það hinn segðin. Ok, núna segjum við ok og þá byrjum við aftur út af því að ef að niðurstaðan var ekki annarkvort 1 eða -1 þá spilum við aftur, niðurstaðan varð 0 þannig að þá kemur önnur umferð og þá setjum við út 1 þú spilaðir skæri, tölvan spilaði steinn, tölva sigrar, tölva vinnur, já og þá kláraðist þetta út af því að við sögum við ætlum bara að spila 1 leik sem þýðir það að computer wins sem var hækkað hérna úr 0 og upp í 1 var því raun 1 deilt með 1 er 1 og 1 er stærri en hálfur. Þannig að þá var done sett sem true. Við förum í næstu sem segir ef að sigurvegarar, ef að notandinn, ef að ég vann meira en tölvan, þá vann ég, annars vinnur tölvan. Það er að segja ef ég hefði spilað best out of 7, þar hefum við spilað fyrst til þess að vinna 5 leiki, þá hefur við þurft að tellja hvað eru komin margir leikir, ok, það eru komin 5 leikir, þá er sigurinn komin og þá hækkum við annarkvort og þá segjum við hérna leikurinn sjálfur í heild sinni er búinn og ég tapaði, þannig að þá er hækkað þetta tapgildi sem er hérna í einhverju global breytu sem heldur utan heildartöp, annars er þetta global breyta sem heldur utan heildarsigra hækkuð. Já.
Já. Það sem þú heldur utan þetta hérna. Já. Hvernig skrifar munin á þessu og glóbal-breytunum? Hérna. Já, þetta er alveg eins. Já, þetta er alveg eins, en það sem er hérna er í raun að þetta hérna er fyrir utan fallið. Þannig að það sem er fyrir utan fallið er aðgengilegt inn í fallinu. Þannig að þá má það kíkja í raun út fyrir sig, þá má horfa út, en það sem er fyrir utan má ekki kíkja inn. Þannig að ef við gerum hérna og segjum foo er 1 og segjum síðan function bar sem segir return foo. Svo köllum við bar og þá skilar það 1 út af því að foo er fyrir utan. En ef við gerum function bar sem er með bas inn í sig sem heitir 1, þá get ég ekki hérna fyrir utan nálgast það sem er inn í fallinu. Þannig að fallið er með sitt eigið skóp, með sitt eigið svona hjúpað umhverfi sem er í raun bara fyrir fallið. En allt sem er fyrir utan, það er í raun aðgengilegt fyrir öll önnur föll. Þannig að það líkar í konsól, þá átt alltaf bara að skrifa bara breytu beint í staðan fyrir eitthvað lett. En ef ekki kóða er undir slagt tími, þá það ekki bara að gefa okkur veitur? Jú, þá er það í raun... Er það bara konsólum sem er svona þægilegur að hann... Nei, það er ekki þannig. Ég má alveg gera þetta svona. Úps. Nema að ef ég gera þetta svona, þá, og ég gera þetta sérstaklega svona inn í falli, þá nefnilega setja þessa breytu inn í global scope. Þannig að ef ég geri, eins og ég var með hérna, já, þetta ætti að fara inn í global scope, en já, allavega, það er rétt, sko. Við ættum alltaf að skrifa const hérna og svona, en ég get alveg gert það líka hérna, gert svona, nema að þá er ég í raun að endur skilgreina einhverja breytu sem að er búið skilgreina áður og þá þarf ég að reloada ef ég ætla að breyta henni aftur. Þannig að ég get gert svona, en ef ég ætla að gera síðan bar jafnt og 2, að þá má ég ekki út af hún er const. Þannig að ég er bara að vera latur og óagaður og ætti alltaf að skrifa lett fyrir framann. Þannig að lett a, 1, er alveg skilar okkur sama og við erum að gera þetta hérna, nema að við erum í raun að búa til breytu í réttu skópi hérna. Og það er í námsefninu farið yfir munin á því að gera þetta svona og með því að nota síðan var sem var áður en að lett og const komu. Þannig að ég mæli með að skoða það vel. Þannig að þá erum við búin að skrifa í þessa breytu hérna og geyma upplýsingar hver staðan okkar er, sem þýðir þá að við erum með annað fall hérna sem getur þá athugað hvernig er heildarstaðan á leikjunum. Þá getur kallað í games og þá þú hefur spilað 0 leiki af því að ég reloadaði vafranum og þá misti ég í raun, þá tæmdust þessar breytur sem voru hérna áðan. Þannig ef ég spila aftur, ég ætla að spila best of the 3, ég ætla að setja skæri, jafntefli, skæri, ok, 12-1, ég gerir games, að þá fæ ég hérna, þú hefur spilað 1 leiki, þú hefur unnið 0, þú hefur tapað 1 eða 100% af heild. Þannig að þá er það að horfa á hérna, hvað er ég búinn að vinna marga leiki, og deili því með heildinni, margfaldaða með 100 til þess að fá út í raun hérna prósentuna og síðan setja það í 2 aukastafi og hérna til þess að prenta út hvað er búinn að vinna marga leiki. Ok. Þannig að það sem við erum búin að sjá hérna eru föll, eru if statements, eru while eða do while loopa og switch statement hérna. Þetta eru leiðir til þess að finna út úr því hvað er forritið okkar að gera. Bregðast við inntaki og skila einhverju úttaki á móti. Getur aðeins útskýrt hvað dómnarnir er að gera þegar þú ert að nota framan, var eitthvað framan hluti eða
Hvað sér þau? Dollar? Dollarmerkur. Var ég með það einhverstaðar hérna? Já, þetta er hérna, já. Ok, þetta er sem er kallað string interpolation sem að leyfir okkur að taka einhvern streng og setja inn í hann einhver önnur gildi til þess að prenta út. Þannig að ef við erum hérna og ég ætla að vera með breytu sem heitir A og hún inniheldur, hér er A, svona, hér er A og ég vil segja að A inniheldur og svo innihaldið í henni. Þannig að þá getur ég sagt A og þá fæ ég bara hér er A. Ég vil fá innihald A, hér er A. Þetta er það sem ég vil fá. Þess að ég vil geta prentað út þetta gildi inni í strengnum. Og ég vil setja upprópunarmerki eftir. Þannig að bara eitthvað, þannig að ég þarf actually að setja strengin inn í aðra strengi. Við getum gert það svona, við getum sagt innihald A, tvíbúndur, bil, plus A plus upprópunarmerki. Og þá fáum við, hér er A og þetta er í raun string concatenation líka með þessu, en þetta getur orðið erfitt þegar við viljum að fara að vinna með eitthvað sem á að fara í margar línur. Segjum sem svo eins og hérna, að ég vil að þetta komi í margar línur og þá sjáum við hérna að það er bara ný lína hérna, það er bara sagt ný lína. Ég get það ekki hérna, þegar við gerum þetta svona, þá fæ ég bara string literal contains an unescaped line break. Þannig ég má ekki setja það þannig. Þannig ef ég skilgreinir streng með þessum backticks, sem eru þessi hér, þannig ég fæ bara aftur streng, og ég setja inn nýja línu hérna, og þá fæ ég strengin í nýjum línum. Og þá fæ ég líka möguleikana því að nota þennan dollara til þess að bæta þessum gildum inn í strengin. Þannig að hér er A, tvíbúndur, svona, ok, ég fæ þetta hérna, þá getur ég sett þess að dollar, bracket opnast, og þá getur ég sett inn einhverja sægð hér. Og sægðin getur verið 1 plus 1, og þá fæ ég hér er A, 2, eða það getur bara verið breyta, A, og þá er það innihaldið í breytunni, eða það getur verið breyta og ég kalli eitthvað hérna, sem er lengdin á strengnum inni í breytunni. Þarna getur ég sagt þetta plus 10, þannig að lengdin plus 10. Þannig að þarna fáum við leið til þess að setja saman strengi sem geta í raun verið með einhverjar sægðir, eitthvað sem við erum að gera, inn í því án þess að það sé verði svona langt og skrítið, eins og ef við varum með hennan plus. Og ég ætla að gera þetta með plus, þá þurfti það að vera eitthvað plus sví opnast, af því að ég þarf í raun að passa upp á að sægðin hún sé í raun sér og bara verði mjög ljótt, til dæmis ef við ætlum að gera jafn langan streng og er hérna. Eitthvað fleira? Þannig að þetta er hérna svona fyrstu skref í JavaScript og fyrsta verkefni er í raun, eða 7. verkefnið, fyrsta JavaScript verkefnið er bara að æfa þessa hluti. Þannig að ef við ekki bara renna þess yfir það og svo ef þið þurfum einhverja aðstoð þá verð ég hérna út restina af tímanum.